Já, góðan daginn. Helgi heiti ég sem sagt og lausnaráðgjafi hérna hjá Nýherja. Búinn að vera í upplýsingatækni síðan 97. Fyrst hérna hjá Atlanta í rúman áratug, hlaupandi út allan heim hérna í kerfisrekstri. Og kom svo yfir til Skyggnis sem að síðan hvarf undir Nýherja, búinn að vera þar sem viðskiptastjóri og ráðgjafi og núna síðast árið í svona þróunarhlutverki sem hrikalega skemmtilegt og gaman að vinna hjá svona framsæknu fyrirtæki sem að tekur svona ný verkefni og hérna tæklar þetta, þessa nýju tækni. Ég ætla að fjalla aðeins það hvernig við byggjum ský, byggt á þessum hérna stoðum sem að Guðmundur og Linda eru búin að vera að fara inn á hérna vegna þess að skýið eitt og sér frekar gagnslaust ef við höfum ekki réttu innviðina til þess að geta skalað skýið og rekið á áreiðanlegan hátt og ef við höfum ekki þjónustuna og þekkinguna á bakvið það til þess að reka það. Svona fyrst þá langum aðeins svona að sjá hérna hvað hópurinn veit ský, hverjir að nota ský í dag. Okay. Hérna, hverjir sáu fyrirlesturinn á afmælisráðstefnunni tölvuský? Okay, þannig að málið það að það eru sennilega nánast allir hérna inni að nota ský í dag. Vegna þess að hérna, tölvuský þarf ekki að vera fjær okkur heldur bara þjónustur eins og Gmail og Facebook og svo framvegis. En ég ætla svo sem ekki að fara í hérna, skilgreiningu tölvuskýja en svona það sem að gerir hýst tölvukerfi að skýi svona sjálfvirkni og skalanleiki, sjálfsafgreiðsla og þess háttar þættir. Þannig að við erum flest að nota tölvuský í dag. Hlutir eins og Facebook, Gmail, Hotmail, Office 365, þetta eru svo kallar software as a service lausnir. Það sem að þú ert að fá tilbúin hugbúnað úr skýinu. En það sem við erum að fjalla hins vegar infrastructure as a service, sem það sama eins og Amazon og Rackspace og fleiri eru þekktir fyrir. En infrastructure as a service þýðir það að þú færð aðgang að netþjónaleigu í staðinn fyrir að kaupa netþjóna, þá leigir netþjóna í skýi Nýherja eða eitthvað sannast þjónustaðalega. Og við erum búin að setja sýndarlag ofan á vélbúnaðinn. Hverjir þekkja sýndarvænt umhverfi? Eru einhverjir sem eru með VMware umhverfi rekstri? Já, ok. Það þekkja flestir sýndarvænt umhverfi. Flott. Þannig að sýndarvæðingin grunnurinn sem við byggjum á eins og Gummi kom að sinna á áðan og bætum ofan á svona sjálfsafgreiðslu og svoleiðis fítusum þannig að við fáum það sem við getum kallað ský. En nóg það, á stað með hérna kynninguna. Hversu margir eru að nota tölvuský? Miklu fleiri heldur en gerir sér grein fyrir því eins og hérna okkar óformlega könnun gaf til kynna hérna rétt áðan. En samkvæmt könnun sem að Edge Strategies og Microsoft, Edge Strategies vann fyrir Microsoft núna í lok síðasta árs meðal lítilla og millistóra fyrirtækja út allan heim, að þá eru 30% fyrirtækja í dag að nota tölvuský, að borga fyrir notkun tölvuskýja nota bene. Ekki að nota bara ókeypis þjónustur heldur að borga fyrir tölvuský í einhverju mynd. Og gert ráð fyrir að þetta muni vaxa 60% upp í 48% á næstu 10-3 árum. Þannig að þetta ansi stór markaður. Og hvers vegna eru þessir aðalar að nota skýið? Algengasta ástæðan sem að menn nefna að þeir muni spara sér peninga. Þeir munu auka framleiðni, verða sveigjanlegri, auðvelda svona nýbreytni og þróun, innovation, eins og Sandra mun aðeins fjalla hérna, hvernig þetta nýtist fyrirtækjum til þess að geta svona komið með nýþróun og nýsköpun og gerir í rauninni sko öllum minnstu fyrirtækjum kleift að spila sko á sama leikvelli eins og stóru strákarnir. Vegna þess að eins og kemur svolítið fram hérna í því sem að Sandra mun fjallum á eftir, að minnsta fyrirtæki
lítið hugbúnaðarhús til dæmis getur komið og notað öflugustu tölvukerfi sem að Nýherji er búin að vera að byggja upp í fjöldamörg ár og vélasalinn okkar, allt í sjálfsafgreiðslu, án þess að þurfa að fara í hundruða milljóna fjárfestingu eins og liggur undir því sem við erum að gera, eða 10-20 milljóna fjárfestingu eins og fjölmargir viðskiptavinir okkar eru búin að vera að fara út í á síðustu árum til þess að byggja upp umhverfi sem er eitthvað í líkingu við þetta. Til þess að byggja ský, infrastructure as a service ský, þá eru svona helstu lausnamengin eru 3. Það er CloudStack sem að Citrix á. Þetta hét áður Cloud.com, Citrix keypti þá bara í fyrra held ég örugglega og donatuðu svo kóðanum yfir í Apache license módelið, þannig að þetta er orðið open source og commercial í dag og þetta er Amazon samhæft og það náttúrulega gefur þessu ákveði vægi að Amazon er langstærsti infrastructure as a service providerinn í dag, þannig að þessi CloudStack hann spilar með því og þarna eru til dæmis fyrirtæki sem við þekkjum að nota þetta eins og til dæmis GreenCloud sem að sjálfsagt ekkur í þekkja sem er svona íslenskt startup í og svona gera út á þennan græna faktor og eru svolítið að reyna að flytja þjónustun út til útlanda. Svo er OpenStack sem er mjög spennandi að fylgjast með. Það er eitthvað sem að byrjaði hjá Rackspace og NASA og í dag eru 150 fyrirtæki sem eru skráð sem þáttakendur í þróun á OpenStack en nota bene að það er mjög stór hluti af þessum 150 fyrirtækjum sem að eru lítið eða ekkert að gera en það eru þó nokkur eins og Rackspace og Red Hat sérstaklega, fyrst og fremst Rackspace og Red Hat eru mjög stóri líka sem að eru að þróa alveg á fullu og svo eru þessir aðilar eins og IBM, HP, Dell, Cisco og fleiri sem eru að gera eitthvað að hjálpa þess að verða að ykkur og eru svona að gefa þessu sitt nafn og HP var til dæmis að koma út með lausn sem byggir á OpenStack núna nýlega. Þetta er open source líka en svo er þriðji aðilinn, það er VMware sem eru með mjög sterka markaðsstöðu og langstærsta ekosystemið. Það eru svo óbáslega margir sem eru að nota VMware í dag og VMware er langþróaðasta og svona þroskaðasta umhverfið. Og það liggur kannski fyrst og fremst í umsjónartólunum, að þetta snýst ekki orðið svo mikið hypervisorinn, sýndarveðinguna sjálfa í dag, heldur umsjónartólinn í kringu það. Og þar eru VMware í nokkrum sérflokki og það er kannski ekki að koma óvart að það er það sem við völdum okkur að nota, VMware tólinn, en það höfum við verið mjög sterkir í VMware í gegnum árin og ætlum bara að vera það áfram. Erum konum með þennan vCloud Powered stimpil frá VMware sem er svona cloud-vottun frá þeim og við erum með tvöfalda enterprise vottun hjá þeim líka, bæði sem solution provider og service provider og þetta er fjárfesting sem við höfum þekking sem við höfum fjárfest í og munum halda áfram að fjárfest í á næstu árum til þess að tryggja það að viðskiptavinur okkar muni fá bestu mögulegu þjónustu og ráðgjöf á þessum lausnum hjá okkur. En það var lógískt skref hjá okkur að fara í VMware og byggja ský á VMware lausnum. En vélbúnaðurinn sem að Gummi var að segja okkur frá áðan, að breyta honum í ský, að það er alveg lykilatriði í þessari vélbúnaðarpælingu eins og Gummi sagði við erum að nota HS22 WAF blöð, af hverju erum við ekki að nota HS23 nýju blöðin og svona hlutum þurfa menn að átta sig á að þeir ætla að byggja ský, hvað er rétt í vélbúnaðurinn til þess að nota þetta undir og það er ýmsir þættir sem að koma þar inn í að sjálfsögðu total cost of ownership og slíkir hlutir en svona það sem að réði svolítið miklu hjá okkur var hvað erum við með fyrir í umhverfinu okkar, hvernig vinnur við með því sem við ætlum að bæta við, hvað vitum við langt fram í tíman, hvaða búnaður verður framleiddur af framleiðandanum. Þannig að til dæmis ef ég ætlaði að fara að byggja ský á lausnum frá
svona einhverju no-name fyrirtæki, að þá þyrfti ég líka að sætta mig við það, ég myndi kannski ekki endilega vita hvað væri í boði eftir ár eða 2 ár frá þeim framleiðanda. Þannig það er svolítið mikilvægt að vita hvaða roadmap er framundan hjá framleiðanda. Og þetta er það sem varð fyrir valinu hjá okkur og er eitthvað sem þarf að skoðast fyrir hvern viðskiptavin ef hann ætlar að fara að byggja sér ský. Og þetta var þarna kom þessi ítilvæðing okkar líka inn í, að við í Cloud-hópnum, við fengum ekki að segja bara ok, núna ætlum við að gera þetta svona verður skýið okkar. Þetta þurfti að fara fyrir ESG, IT Strategy Group, sem er hlutað þessu ítil dæmi innan hús. Þeir þurftu að horfa á þetta, taka þetta út og segja, já ok, þið munið geta stækkað í þessu, þið munið geta stækkað í 1000 sýndarvélar, 2000, 3000 og geta séð það fyrir að netið munið skalast með þessu, að netþjónarnir munið skalast með þessu og svo framvegis. Við sýndarvæðum vélbúnaðinn, eins og við erum búin að vera að gera í mörg ár og undanfarin ár. Og það er svo sem ég get að útskýra það, við þekkjum flest sýndarvæðingu, en svo kemur þar ofan á þessi vCloud Director frá VMware. Þar gerum við auðlindir frá einu eða fleiri VMware umhverfum eða vCenterum aðgengileg í svona sýndargagnaverum hjá okkur Nýherja. Og þar getum við verið með mismunandi hátt þjónustustig, mismunandi öfluga innviði, mishraðvirk diskakerfi og svo framvegis eftir hvernig við viljum verðleggja eða hvaða þjónustustig við viljum veita í hverju sýndargagnaveri fyrir sig. Og þar ofan á koma svo það sem er kallað organizations eða viðskiptavinir. Og hver viðskiptavinur fyrir sig að hann er með aðskilnað á notendum og policíum og er sér öryggissvæði með vShield Edge, eldveggi og netþjónustur á per organization og er þannig alveg aðskilinn frá öðrum viðskiptavinum. Og hver viðskiptavinur er svo með eitt eða fleiri sýndargagnaver í sínu umhverfi og þessi sýndargagnaver þau þiggja auðlindir úr gagnaverum okkar, þannig að þeir geta verið að nota eitthvað á gull þjónustustigi og eitthvað á brons eða hvaða samsetningu sem þeir vilja. Og svo ná þeir sér í hugbúnaðarlausnir úr svona katalógum sem eru bæði public katalóg sem er eitthvað sem við hjá Nýherja höldum utanum og þróum sem að viðskiptavinur getur náð sér í lausnir úr eða katalóg sem hann býr til sjálfur. Og þannig virkar það. Þessir katalógar eru yfir svona VIOP, svokölluð. VMware kallar þetta VIOP. Það geta verið einstakar sýndarvélar eða það geta verið heilt tölvukerfi. Það geta verið margir netþjónar saman í kerfi sem þannig að þú getur sett upp heilt tölvukerfi til dæmis með gagnagrunnsþjóni, application þjóni og vefþjóni allt í einu bara sem tekur bara nokkra mínútur að deploya því að þú ert búin að setja það upp einu sinni. Getur til dæmis hentað mjög vel fyrir prófanir og fleira slíkt. Eða þú ert að selja lausnir sem að byggja á fleiri en einum netþjóni eða eitthvað þess háttar. En það væri nú ekki gaman að þetta væri alveg svona einfalt að búa til ský. Það þarf miklu meira, eða aðeins meira allavega. Það sem ég var að lýsa er í rauninni svona, þá ertu nokkurn veginn komið með það sem við myndum kalla private cloud. En þess að private cloud verði public cloud, þá þarf þetta að geta tekið við greiðslum, þú þarf að mæla notkun, þar notum við lausn sem heitir Chargeback frá VMware, sem er mjög flott en skilur samt alveg eftir hellingarhlutum sem maður á eftir að leysa. Maður þarf að geta tekið við greiðslunum, ætlar að greiða með kreditkorti eða ætlar að greiða í reikningsviðskiptum.
og maður þarf að sjá til þess að reikningagerðin verði rétt, að upplýsingarnar úr tjaldspakkinu rati inn í reikningagerðarkerfið og senda út reikning eftir þeirri notkun sem á sér stað á hverjum tíma. Og svo það ferlarnir sem Linda kom svolítið inn á, en þar erum við meðal annars með verkfæri frá VMware sem heitir Orchestrator, sem hjálpar okkur að straumlínulaga afhendingu sýndarumhverfa. En það er ekki nóg, það er salan, það er afhendingin og það er þjónustan við kerfin sem þurfa að vera í lagi. Og þetta er í rauninni þetta er alls ekki minni hluti heldur en skýið sjálft. Og við svona tæknifólkið að við eigum frekar auðvelt með að henda saman einhverjum netþjónum og hugbúnaðarlausn og þess háttar. En það sem virkilega skilur á milli, það er að ná þessum ferlum í kringum þetta, ná þeim réttum og láta það virka. En vandinn sem við erum að leysa fyrir viðskiptavin okkar með tölvuskíi í Nýherja, að það er náttúrulega þessi fjárfestingakostnaður að viðskiptavinir geta fengið aðgang að þessum öflugu tölvukerfum án þess að standa í einhverjum stórum fjárfestingum. Það er hægt að fá aðgang að netþjóni fyrir allt niður í 140 krónur í einn vinnudag. Þannig að það ætti ekki að halda mönnum frá öflugum tölvukerfum kostnaðurinn. Við erum kannski meira að tala svona tæpar 10.000 krónur á mánuði fyrir netþjón. 24 tíma á dag. Við erum að leysa þetta klassíska vandamál sem sýndarvæðingin hefur verið að fást við í gegnum árin, vannýtt vélarafl og mikinn rekstrarkostnað sem fylgir því, skortinn á sveigjanleika og viðbragðsflýti og í rauninni að gera mönnum kleift að fá þessi sveigjanlegu umhverfi án þess að þurfa að fjárfesta í þeim, eins og ég var að segja þann. Þetta virkar líka vel sem varahúsnæði og sem umframrýmt fyrir þá sem eru þegar með VMware umhverfi, því það er auðvelt að tengja þetta ský við VMware umhverfi viðskiptavina. Þannig að þeir geta til dæmis notað þetta sem varahúsnæði fyrir miklu minni tilkostnað heldur en hefur hingað til verið samfara því að vera með varahúsnæði. Ávinningurinn er það þessi sveigjanleiki, sjálfsafgreiðsla, öryggi. Nokkur notkunardæmi það sem við erum að sjá bara hjá viðskiptavinum okkar í dag sem hafa verið eru annarkvort byrjaðar að nota skýi hjá okkur eða að sýna því áhuga. Að sjálfsafgreiðsla er mikið atriði að geta fengið svona öflugt hýst umhverfi á góðu verði og taka út milliliðin sem er þessi þjónustaðalega, því alveg saman hvað sem þjónustaðalinn er góður, að það er alltaf milliliður. Þegar þú vilt gera eitthvað þá þarft alltaf að biðja þjónustaðalinn að gera það. Þegar með sjálfsafgreiðslunni þá viltu gera eitthvað og þú bara gerir það og það tekur bara einhverjar mínútur. Klukkustundagjald, það náttúrulega getur við hentað mörgum mjög vel ef þeir vilja nota vélbúnað í einhverja daga í staðinn fyrir heilan mánuð. Hingað til hefur minnsta reikningstímabil verið mánuður í svona hýsingarmódelum og oft miklu meira heldur en mánuður. Það er kannski verið ársbinding eða 3 ára binding eða eitthvað slíkt í hýsingarsamningum sem á ekkert við í tölvuskíinu. Eins og ég sagði áðan, varahúsnæði. Það hentar náttúrulega mjög vel fyrir viðskiptavinir sem varahúsnæði og það er eitt stór viðskiptavinur sem er að sýna þessu mikinn áhuga og er væntanlega að fara að prófa þetta sem varahúsnæði. Og þá getur hann borgað bara mjög vægt gjald í samanburði við það sem hefði hingað til kostað að eiga varahúsnæði eitthvað staðar, bara fyrir að eiga aðgang að umhverfinu og fá prófað annars lagið að ræsa upp sína innviði í skýjun okkar. Og svo umframrýmt, þar sem eins og áður hefur komið fram, umhverfin tengjast saman, umhverfi viðskiptavin okkar og okkar eigið. Þessi samtenging er þannig að vélar geta flust á milli skýja og umhverfi verður samræmt. Þannig að viðskiptavinur getur verið með vísendir hjá sér og stjórnað auðlindum í skýjunu hjá okkur. Eða öfugt, verið í skýjunu hjá okkur og stjórnað auðlindum í sínu umhverfi.
og öryggið og umsjónin öll samræmd. Það er bara aðeins skoðum hvernig þetta lítur út. Hérna var ég að logga mig inn í kerfið og þetta er bara skýið mitt, ég er bara með eina vél hérna inni núna. Og hérna er katalógur, ég get valið 2 vélar. Og ég þigg bara default nafnið af henni. Þá er þessi vél bara að verða til hérna í skíunni hjá mér. Menn er með aðra vél hérna sem að ég hérna er ég að sýsla með þetta sko sem hérna V-app. Þannig að þá eru hérna svona skilgreiningar eins og ef ég væri með margar sýndarvélar í þessu V-appi þá geti ég verið að stýra því í hvaða röð þær ræsa og í hvaða röð þær fara niður. En ef ég horfa á þetta sem sýndarvél þá get ég til dæmis hérna ég þarf ekki svona mikið minni, ég bara minnka minnið í hana og hérna reikningurinn lækkar þá bara sem því nemur hérna næst. Hérna er þessi sýndarvél tilbúin, þessi er að hérna breyta minni. Svo er ég með hérna í þessu, þetta er bara sýndargagnaveri mitt. Hérna eru netin mín, hérna er ytra netið, innra netið. Hérna er ég með eldvegg, nattmappingar hérna, þetta er ytri IP-talan á gagnaverinu mínu. Hérna get ég sett upp VPN-samband við hérna skrifstofuna mína, þannig að þetta sé bara orðið VPN tengt við umhverfið mitt. Og svo framvegis. Þetta er allt mjög sveigjanlegt og þetta er bara allt hluti af hugbúnaðinum sem að hérna kemur standard. Ef að menn vilja einhverja flóknari eldveggi heldur en þennan V-Shield Edge sem að fylgir umhverfinu, þá er náttúrulega hægt að fá eldveggjaþjónustu hjá okkur ef að menn vilja. Við getum boðið alls konar customizations á þessu og svo leiðis. En svona í grunninn er þetta svona. Og þá bara lokum svona smá samantekt að við erum sem sagt vCloud powered. Við höfum undanfarin ár og munum áfram leggja áherslu á að vera hrikalega sterkir í VMware og mennta fólkið okkar í þessu og passa að við eigum alltaf topp sérfræðinga í þessu. Þetta hentar bæði þeim sem eru með VMware umhverfi fyrir og vilja svona stækka umhverfin sín eða nota sem varastaðsetningu og alls ekki síður hentar þetta þeim sem eru ekki með nein sýndarumhverfi, eru með netþjón einhvers staðar upp á hillu sem að safna ryki og er ekki í öruggu gagnaveri og annað þess háttar. Menn sem að vilja bara sveigjanlegt umhverfi sem að sko þetta er bara eins og að labba inn í fullkominn vélasal nema ég þarf ekki að labba inn í hann, ég gera þetta bara með músinni gegnum vefbrowser. Ég bæti við netþjónum, ég bæti við netum, ég breyti hérna rútingum, ég er með eldvegg og ég er með alla græjur bara við fingurinn.